Góðan daginn og velkomin í þriðja þátt af podcastinu okkar. Þessi þáttur heitir Eru hana með tippi, þar sem við tölum ýmsa hluti frá til dæmis hvernig dýr hegða sér í náttúrunni og bara ýmist bullshit sko. Eru hana með tippi innan við sviga gone sexual? Gaur, ég að taka upp fucking intro. Já, ég veit, en þetta intro. Þetta byrjað núna. Ok, við vorum að tala satanisma af því að við vorum að tala að mér langar svo að ganga alltaf með hálsvöðn. En ég get það ekki af því að, þú veist, ég ekki með neitt svona thing. Þú veist, það svo skrítið að vera bara eitthvað með random kjaftaði eins og ég fíla ekki að það eitthvað svona með svona pendul eitthvað svona sem bara biti. Mér langar ekki að vera með það, sko. Þetta sitt eigið topic nefnilega. Já, við erum að tala með þetta bara. Ég þarf að segja bara, Viktor. Ég segi við fyrir mig svona að þetta er Paleolithic era jewelry. Bara... Þú ert að útskýra aðeins betur. Já, ég Paleolithic era svona 100.000 ár og niður. Held ég 50... Nei, svona... Ok, svo við erum bara að fara í sjáadýr. Nei, 100.000 ár, það er bara caveman shit. Já, Viktor, við erum bara að fara að rífa tönninu úr einhverju ljóni eða eitthvað, setja það út halsinn á okkur. Ég með þannig hálsmenn, það er bara of beitt. Það er ángríns beitt, þannig ég vil ekki hafa á mig. Já, það er reyndar alveg grjótart að vera með tönna ykkur. Þú verður að fá mitt í láni, sjá hvernig þið líður með það. Ég er reyndar á dog tag með, hvað var það, 222 bara bullet, svona live bullet. Er það satt ekki svo Ég líka með bullet hálsmenn. Að vera með svona bullet og dog tag hálsmenn, eða? Ég ætlaði Er það ekki svo mikið klísé eitthvað? Þú veist, er þetta ekki svo mikið eitthvað svona þykjast að vera tough guy? En það, ég finnst Ég er tough guy. Það er nefnilega málið, er að þú veist, þótt þú ert tough guy, þá vilt ekki vita að þú sér tough guy, því að það er alltaf mikið ego-boost, svo þú vilt ekki vita það, sko. Ég segi það, þú veist, TikTok content er popular allt það, en ég segi það ennþá öld sarcasm. Þannig að þú veist, þú getur sagt þetta sarcastic með hvað sem er. Nei, ekki út með þetta á hverjum degi, það er bara douchebag. Já, þú getur bara haft bara svona, yo, what if I die? Nei, fuck off. Hvað ef? Allt í kjafti, maður. Strákar, fyrst öðru, hvað ef? Það er bara active shooter situation og svo bara finnur þú 222 riffla á jörðinni, tekur hann upp og tekur það kúluna af og bara negli gæja niður. Ó, ég held þú alltaf að nefna dog tag, og það er hvað dog tag er fyrir, til að þekkja líkamann. Ef ég dey, þá munið þið finna dog tags að líki mitt er charred to hell. Er þetta ekki bara svo mikið svona douchebag move eins og, þú veist, kokki fólk á ekki að vita þessi myndalegt? Þú veist, þetta er bara svo mikið svona ego-boost bara ástæðulaus eitthvað. Góð hugmynd fyrir þetta sem hann segir aldrei þessi myndalegt. Já, oi. Ég núna veit af hverju Viktor segir aldrei þessi myndalegt. Það er að því ég vill ekki að þú vitir það. Svo verður að myndi gefa þér alltaf mikið ego-boost að þú myndi vera dickhead. En þú veist að ég þarf ego-boost, þannig að það er okkur þú kallar mig alltaf fallega. Já, ég vil bara segja að Vixi er pretty boy. Þú ert líka sætsir. Þessi með það mókin ekki á meðan við erum að taka upp Hæli. Please let me sexually assault you. Hey, vissu þið? Við vorum að tala krossaðan. Ég er að fara að snúða með kvolf hérna bara í stúdíunum. Snúða með kvolf eins og satanisma. Sérðu? Full circle, við erum góðir í þessu. Við vorum myndir að tala þetta í Minecraft. Ég er lúmskur anarkisti. Nú, hvað ert alltaf að reyna að fokka upp samfélaginu bara eitthvað? Þetta var mjög mikið að fokka upp bara svona eins og í samfélaginu okkar í Minecraft. Varstu labbandi og graffandi og skil hluti? Já. Á ég að deyta þáttinn okkar og deyta hann ennþá eldri en hann er frá þér. We live in a society, boom, meme frá 2018 eða eitthvað. Það eru myndið þetta bara 9. bekk og þarna Björgvin. Já. Ekki segja neitt. Expose. Ef þið vilja halda árum að tala um það, verður það að útskýra það, vegna sem ég veit ekkert hvað Við erum ekki að vera að nefna það. Við hefum bara gert hluti af okkur í fortíðinni. Dalvík. Þú myndir kalla okkur rebels. Without a cause. Eða er það with a cause? Ég er með cause. Hvað er cause þitt? Að losna við alla infidellana. Hey, vó. The heathens. Hvað þýðir infidel bókstaflega aftur? Það er bókstaflega heathens. Heathens er mjög gott lag. Það er besti partur af Suicide Squad var Heathens. Ekki byrja á Já, all my friends are heathens. En hvað finnst ykkur satt svona punk og rebelism og eitthvað? Ég er alveg búinn að vera þannig bara mest bara alveg í svolítið tíma, svo ég ætla ekki að tjá mig eiginlega það. Punk og rebels eru fyndnir í mesta lagi vegna þess að þetta er oftast
rebelling against something sem að reyna að hjálpa, en það munur á eins og þú veist, vegna þess að það eru svona progressive movements hvar punks geta bætst við, eins og þú veist alvöru justified protest, eins og þau Save the NHS, það getur verið punks þarna og réttri hlið, skilurðu mig, en það bara oftast, þegar ég hugsa punks og rebels sérstaklega, þá hugsa ég að vera mót einhverju til að vera mót einhverju. Já, alveg eins og ég bara gef ekki skít. Einmitt, þú veist, en þú getur verið á móti vondu hlutum og þá virkar það. Strákar, ég kann eins og feminisma. Einmitt. Haglín áttur að bætast við. Þetta var joke. Ég ætla að koma mér í feminisma málið, sko. Fyrir Viktor, þetta var joke fyrir mér og Haglín, Viktor hata konur. Yes. Ef maður tala incel líf þitt, Viktor. Shit. Ok. Ég með spurningu. Hvort leitara við? All women are queens? Eða if she breathes, she's a thought! Svo þú ert að spyrja mig hvort það sé simp eða loser. Incel. Já, incel. Simp eða incel. Ég held að Viktor sé samt eiginlega meiri simpin, sko. Já, er það ekki? Núna, þú hafði verið incel fyrir 3-4 ára síðan, frekar. Ég sé það svo mikið incel. Spilað tölvuleiki. Women það engin þörf fyrir því. Ég myndi definitely segja að ég var meira simp, myndi ég segja, en incel. Ég frekar simpa því að ég hata kallamaður, fuck off. Við erum ógeðslegir. Viktor, ég hata alla. Hver? Þú ættir að fá anarchy symboli bara byggt á ennið þínu. Ég skal tattúa það bara á bringuna þeirra á eftir. Ok, mér líst vel á. Ég myndi, samt, ef þú myndi legitimately fá eitthvað risastórt anarchist æð á bringuðinni, myndi ég örugglega þurfa að hætta að tala við þig, sko. Ég lækka aðeins í þessu þarna. Ég held að ég myndi örugglega bara vera svona, what the fuck? Þú segir aldrei draumana mína. Þú myndi þurfa að segja, ég var blank fullur, eða þetta var joke og viðurkenna að það var ekki fyndið til að halda áfram að tala við þig. Ég man ekki hver það var sem að sagði þetta við mig, en tattoo á bringuna. Já. Það svo, þú veist, þegar þú ert eins og í kynlífi og ert í missionary og þú veist, ert með risastór tattoo á bringuna af einhverju bullshiti. Þú setur hérna target here, þú setur hérna target here. Varst það þú sem sagði þetta við mig, að tattoo á bringunni væri slæm hugmynd út af því? Nei, sko, það var eins og ég og Víkseri núna að tala um að það er gert svona target. Þannig maður veit hvað maður á að gissa, sko. Great. En það er oftast meiri svona tramp stamp heldur bringuð þing. Ok, ætti ég að fá með tramp stamp? Hot take. Ég myndi frekar hafa fullt slíf fyrst áður ég myndi vera að fara með að þú ert gagnkynhneigður, þannig. Hei, hann getur líka við að vera pegged og verið straight, Viktor. Hvað get ég sagt? Ég vil líka smá dick on the side. Ok, þannig hann ekki straight, ég held að hann væri straight. Ég held það líka. Og ég held að hann hafi haldið það sjálfur fyrir þá. Það er ótrúlega að fyndi, ég var að horfa á Ted í gerð og það var þarna... Býtu, varst ekki... Elskar þú Ted? Vegna þú talaði líka Ted í síðasta podcastur okkar enn. Nei. Það held að það veri ég. Ég var líka á Ted. Ég var á Ted 2 og því að þarna fyrir tölvuna þá finnur hann klámið Chicks with Dicks. Það bara gaurar með brjóst? There is no chicks with dicks. It's just dudes with tits. Ég sagði það við þig þarna. Já, ég finnst því svo, ég að minna ykkur áverðum að reyna ekki að vera aðeins of controversial. Fyrst af öllu, það er ekkert controversial við að líka smá. Að líka við það? Það er terminology sem ég bara make it clear. Ég held að enginn okkar horfur á Chicks with Dicks, ég veit ekki með Viking. Blikk. Ég blikkaði ekki, ég sagði bara blikk. Hann blikkaði. Þannig að gerði ég bæði. Wink. Hvað ætlaði ég að segja þetta, fuck? Líka Liam Neeson sýnið. What? Með tricks. Ég man ekki eftir því. The tricks are made for kids, yes. So if I buy this, will it have legal consequences? Já. Trigging að æla. Tricks að cereal brand og Liam Neeson vildi kaupa en hann var hræddur að hann myndi vera handtekinn. Af því þetta var marketað fyrir krakka. Þetta er marketað fyrir krakka. Oh, tricks are for kids. Tricks are for kids, ok. Trig trigging sem að æla. Ég held að varst að segja trig með G nefnilega. Það er aldrei heitt af trig. Nei. Ég örugglega gamall. Það eitthvað shit sem að lætu þið æla bara? Nei, trigging... Eins og í hungurleikunum.
Nei, trigging meiri eitthvað sem bara, þú veist, svona frat term basically fyrir að æla. Þannig að, þú veist, eins og í staðinn fyrir að segja that guy puked, myndum við að segja that guy trigged. Ég hef Pull trig. Aldrei, þetta heldur. Dude, are you about to pull trig? Og þá ælir þau. En þetta heldur gamalt term, þú veist, þetta verið 30 plus fólk. Ok, ég ætla bara að hoppa inn. Þú ert að tala gömul terms. Þú varst aldrei farin út. Þú varst að tala við okkur alveg að mikið og ég. Veit það, við erum að hendur þeir saman. Það hoppa inn, þú veist, þú nú þegar inni, ég bara hoppa næri. Já, ætlaði bara að koma í kjöldinu á mér, ok. Fyrir fólk sem sér þetta ekki heima. Ég ætla að segja sveittur. Ég bóks... Þið að gera visual brandara fyrir podcast. Já. Þetta er svona kind of Family Guy cutaway, sko. Já. En þarna... Ég reyndi að vera ótrúlega duglegur þegar ég var yngri. Að kalla vin minn sem ég var alltaf að spila með gay. Og hann myndi að... Hver er eitthvað að ráðast á hurðina? Þetta var hundur. Já, þetta var hundurinn. Ég má segja líka, ég held að rennilásinu kannski að hitta það. Nei, þetta var hundurinn. Það var hans að fikta í hurðinni. Já, en ég var ótrúlega duglegur að kalla vin minn gay. Og hann myndi alltaf bara I am gay, I'm very happy right now. Það buggaði mig svo mikið. You're gay, I am gay, I'm very happy at the moment. En ég meina, er það ekki bara nánast orðið törn núna? Að vera gay og að vera happy aftur? Ég meina það er gay, ekki meira bara homosexual. Ég er nýsjálenskur og gay means happy, sérstaklega í Ástralíu ís sem heitir happy, hvað heitir, byrjaði, haldið áfram, Golden Gay Time. Golden Gate. Já, en er það ekki sama landi og fær sér fucking sprinkles á fucking brauð? Jú, þeir eru gay. Er það ekki eitthvað fairy kjaftaði? Getur við gert parody of Happy með kveitaran, Pharrell. Þetta er ekki aðeins joke, þetta er einn af frægustu ísunum held ég í Ástralíu, Golden Gay Time. Golden Gay Time. Og þú veist, gay means happy og þeir eru ennþá bara svona, nei, við fáum að halda áfram að nota þetta orð. Þetta er magna. Wow. En ég segi, ég á nýjasóldi myndi þetta líka translate yfir. Já. Þú veist, auðvitað myndir kalla gay-gaur gay, en þú getur líka sagt þú veist bara, oh, you feeling gay? Og þú sagði, yes, I am happy. Og þú sagði, já, ég meit. Já. Það er double meaning þar allavega. I am feeling incredibly gay today. Sem er svo skrítið af hverju fokkanum völduðu þetta orð til þess að skýra samkynhneigða. Þú veist að gays er svo hamingjusamir, það er okkur þeir fóru að brenna þeim á báli. That's a real thing, by the way. Nei, í alveg nei. Faggots? Ok, ég er bæ, ég má segja þetta, en faggot er bundle of sticks, basically. Já, Chris, ég ætlaði að Og þeir brendu homma á svona faggot, skilur Er það þess vegna sem þetta heitir sígaretta? Þú veist, fag er að sígaretta. Ég veit það ekki, en það myndi make a sense, ég hef ekki pælt í því á þér, en faggot er nefnd eftir því hvað þeir brunnu homma á. Ég þarf bara að segja Það er svo mest að. Og það er, ég myndi segja, þegar fólk nefnir faggot með þú veist, the n-word, það er líka history þarna. Já. En mér líka við að nota faggot með þú veist. Ég þarf bara að segja, as a single twig, we are vulnerable, but as a bundle of a mighty faggot, we're unbreakable. Jesus. Faggot er orð fyrir marga skvítir, það er rétt hjá mig. Ég meika hann að joke og það ráðist á mig. En það er svo merkilegt, þetta er history á bakvið þessu sem yngi pælir í. Þetta er cool, ég var að læra nýja hluti. Þið voru líka að læra nýja hluti, fólk heima. Eða vissu það ekki. Fólk heima. Ég veit ekki hversu, ég meina á Íslandi, mér finnst það myndi ekki vera general knowledge, en þú veist, ef þú væri kannski í Seattle eða eitthvað þannig. En ég meina það er líka fullt af general knowledge sem að fólk á Íslandi veitum við ekki, vissur að það hafa verið dýragerði bara með fullt af ljónum á einhverjum á Íslandi. Sér, það er málið, ég veit ekkert um Ísland. Nei. Þú getur bókstaflega satt staðar Það vita það ekki margir okkar aldrei samt. Og það er 80% Ok, strákar, við erum búin að ranta í 13 mínútur bara eitthvað. Það ætlaði ekki að tala tónlist. Við tökum 2 podcast. Við byrjuðum á því að tala um annað og Vixi spurði mig, er þetta satt ekki út? Og ég bara, jú, við tökum það bara þetta. Við sleppum það bara tónlist í dag. Nefnilega, við vorum að tala um anarchy og það fór út í hálsmenn og mér finnst þess að við getum haldið áfram að tala um hálsmenn. Nú erum við með ekkert gól. Jú, við erum svona, þetta er svona eins og seinni þátturinn. Nei, einmitt, ég segi við reynum að finna eitthvað, svo við getum gert þetta accessory þá. Ok. Eru þið accessory gæjar? Já, ég er bara búin að týna báða hringina mína, þannig ég er búin að vera berur á höndunum.
Ég elska að hafa hringi. Ég að reyna að vera meira accessory gæi og þá ég ekki að tala svona bling, ég meira að tala hatta og sólgleru. Mér líka við að hafa sólgleru en ég á Íslandi. Ég að reyna að leita mér að nettur sólgleru nefnilega, það búið að vera svolítið ströggul af því þú veist, ég veit ekkert hvernig sólgleru virka á mig. Ég feitur og Ray-Bans virka perfectly á fólk með extra pounds. Eftir að tala pilot-gleru eða? Já, svona aviators. Já, mér langar ekki pilot-gleru. Nefnilega, það virkar ákveður eins og mig allavega. Sko, ég líti þess að ég sé fertur þegar ég með aviators á, sko. Nefnilega, aviators virka á fólk eins og mig, en ég held að ég að reyna lítið sem 30 all the time, hvað sem Mér langar eiginlega ekki þannig, mér langar meira í svona ferkönduð eða svona bling-gleru, sko. Þegar þú segir ferkönduð, bókstaflega eða meira svona shapeið. Meira svona eins og 3D-gleru. Svona nútíma 3D-gleru eða blá og rauðu. Ekki blá og rauðu, ertu veikur eða? Þú sagði ferkönduð, maður. Já. Bókstaflega kassi eða hvað 3D-gleru voru. Góðu 3D-gleru eru ferkönduð. Þessi að þú þarft að borga ekstra fyrir. Wait, what? Þú ert að tala ekki að tala þessu svörtu eða? Jú, ég að tala þessu sem að það er ekki einnota. Þessi, þú getur keypt 2 3D-gleru þegar þú fyrir bíó. Það er annarkvort þessi ódýrari sem að þú kaupir örugglega vanalega. Eða hinn sem eru ferkönduð og betri. Okay. Þú er aldrei keypt betri gleru? Nei, en ég hef líka bara farið 3 3D myndir. Fucking peasant. Já, ég er peasant vegna þess að ég fall ekki fyrir versta fær ever. Nei, mér finnst þau í alvörunni betri og getur verið með venjulegu gleruðin undir þeim sem að er rosa gott. Ok, Viktor, getum við byrjað eitthvað hérna á Íslandi? Að byrja aftur? Byrja hvað? Að kalla fólk peasants. Nei. Það er svona mín hvort þið er, svo það er ekki nógu nett. Ég er ekki breskur. Brest fólk má bara segja þetta við bandarískt fólk. Við þurfum eiginlega að fara að grafa í orðabókinu og finna eitthvað eldgamalt orð og byrja að kalla fólk það. Ef það er að byrja eitthvað sko. Eins og dólgur. Fokkar. Viktor er að body shama mig, hann er... Ég held að það var að dick-tappa þig, ég sagði þetta ekki. Viktor er mjög mikið að body shama þig. Haltu kjafti? Ég skal segja að Viktor er alltaf að body shama allir. Eftir ég var óléttur og gæti ekki missa þessi 10 pund, þá bara hefur Viktor ekki látið mér í friði. Og svo gerir hann alltaf grína krakkarinn líka, svona lose some weight, og þetta er nýfætt badmaður. Á að vera aðeins chubby. Hann á að vera svona þungur, þótt er kannski með smá chubby kinnar, Viktor. Einmitt, ég man... Eru þið svo hattagæðir? Eru þið hattagæðir? Nei, ég lít út sköllóttu þegar ég er með hatt, en ég á, þú veist þetta um mig, ég er svona 9 derhúr og ég nota þær 2 ári. Já, ég hef örugglega notað derhúðina þína meira en þú. Það er honestly örugglega staðreynd, sko. Já. Ég á helling af þeim, mér líka við hvernig ég lít út, þegar ég sitt þar á mig, þá lít ég út sköllóttu. Þú ert líka með svona snapback derhúður, sem að er eiginlega, þú veist, ef þú fer með þær á almenna færi núna, þá er það eiginlega bara pínu smá douchebag. Fuck you, man. Nei, gauð, ég er ekki að tala með þetta illa séð, þetta er eiginlega bara, þú veist. Það er satt, en það er málið, mér líka við hvernig derhúr líta út, en það líti út annað hvort douchey eða eins og ég sé sköllóttur. Eða þú sést bara, þú veist, að selja eitthvað. Ég er aðdáandi aðreindar snapbackinu ennþá, sko. Ég á veiðríki snapback. Já, ég er líka aðdáandi af snapback, sem er leiðilegt að þetta hafi þetta stigma. Sko, þetta er svona að þurfum við bara að take it back. Viktor, við erum að bringa people back, sko, packing. Ég ætla að segja hérna samt, þú veist, ef þið eru að reyna að breyta stigmanu, þá með ekki vera douchebags með snapbacks, þá skilja hvað ég meina? Anskotin! Bíðvítans, núna má ég ekki vera með snapback. Viktor, af hverju gerðir þetta? Viktor, hætti þessu. Þetta minnum að fyrsta podcasti. Það er að vera í podcasti, sko. Ég gerði þetta á podcastinu þegar ég var 10. bekk. Ég lét bara eins og gaurinn var að lemja mig. Ég reyndi að vera að segja, ég var að tala við vinur minn áður Joe Rogan podcasti. Og hann var að tala að það eru klámstjörnur og svo ég bara, damn. Af hverju getum við ekki fengið einhverjar klámstjörnur to come on? Íslensku klámstjörnurnar, allar. Það er ólöglegt að taka klám á Íslandi. Ég vissi það reyndar ekki. Hvað meina hann? Nei, vænt. Ég lærði að þegar ég heyrði FBI open up. Ha? Það var bara flashbang á húsinu. En býtu, er það þá þannig sé ólöglegt að senda eins og rúmmiðband? Það er þannig sé klám, eða ekki? Nefnilega, maður talar um barnaklám ef þú sendir nudes. Já, en við erum náttúrulega ekki börn. Já, ég er að segja, en einmitt, ég er að gera plúsaði pointið. Þú veist, ég kalla það barnaklám, þannig að myndi venjulegt ekki barna vera klám. Svo mætti ekki senda dickpic, er það þannig séð ólulegt eða? Nei, ég held að sé að vera bannað að gera svona commercial klám. Já, ok, það má ekki gefa út mynd sem sagt. Já. Nei, þú voru að borga virðisaukaskatti á því þá.
Nei, ekki þetta. Ég elska, ég fann brosið mitt stækka þegar þau voru báðir að stara á mig. En byrju, ekki eitthvað íslensk klámstjarna? Mér fannst ég að hafa heyrt það einhvern tíma. Birgitta Haukdal? Það er eins og... Nei. Hún íkon. Á að búa til fucking dúkka af henni. Já, 16. Það er Instagram models og svona en ekki klámstjörnur. Það er svo kannski eftir að fara í gegnum lista minn á unnamed síðu, þá myndi ég finna eitthvað bara Icelandic girl eða hvað hann. Ég var að fatta eitthvað, OnlyFans. Það er þannig sé klám. Einmitt, það er hellingu íslensku gælum á OnlyFans. Þannig að það myndi teljast. Ég held að samt OnlyFans það er bara svona, það er ekki nektarmyndir. Jú. Er það það? Jú, það er líka nektar myndböld sko. Nefnilega, einmitt, OnlyFans er svona, ég meina sumir gera það ekki ef þau eru það frægur að sína bara bra er nógu mikið. En þú veist, flestir einmitt auglýsa OnlyFans með því að senda, þú veist, skimpy myndir og svo bara nudes á OnlyFans. Ég held að þessi yfirleitt, þú veist, það er yfirleitt svona... Eða premium stamp. Þú veist, ef þú borgar fyrir það, þá er það yfirleitt svona fullt af svona nánast núdmyndum og svo þarfst að borga meira fyrir núdmyndirnas. Já, það fyrir eftir hvernig frægur þú ert aftur. OnlyFans er bara eitt af sorglistu hluta sem ég heyrt Akkurru? Ég er yfir Simps að vera Simps maður. Mér finnst það vera alveg solid sko. Mér finnst það ekki vera heimskuleg hugmynd. Ég meina, þetta er málið. Ef ég væri, þú veist, sexa, þá myndi ég cosplaya og fá hellinga pening frá OnlyFans. En ég er ekki stelpa, þannig að ég get það ekki. Ok, eigum við að byrja að cosplaya? Já. Vixi? Ég geti pretendað að vera stelpa ef ég bara sína aldrei andlitið mitt eða teknið. En sko, ég er að spá í... Það á milli. Ég meina, það væri svolítið mikið til að fela nefnilega. Akkur finnst þér þetta heimskuleg hugmynd samt? Sko bara, fyrst af öllum, ég finnst bara fáránlegt að vera að selja nektarmyndir af sér. Akkurru? Ég get ekki útskipt að mér finnst það bara fáránlegt. Myndir þú ekki selja nektarmyndir af þér eða þú verður single og getur fengið bara 1 milljón fyrir nektarmynd? Ok, ég er með punkt á þessu. Þetta er hvað podcastið mun vera Title okkar verður, hvað heitir þetta aftur? Snál til dáðar, the porn episode. Ok, þannig að... Ok, ég er game. Þannig erum við að fara að tala klámat á tíma. Já, og þetta verður meir en klukkutíma langt, ekki svo mikið til að segja. Og allir vinir okkar munum hlusta á þetta og fjölskylda okkar. Let's go! Þú þarft ekki að tala personal taste. Let's go! Þegar þessi kemur inn á, þegar þessi kemur online, ég ætla að senda mömmu. Ég ætla að segja þetta. Ég ætla að senda henni link. Ég horfði á, ég held þetta var Louis Theroux documentary, en kannski var þetta Netflix bara eitthvað random documentary. En það var að tala það, þú veist, að klám nú til dags ekki allt auðvitað, flest ókeypis. Og það búin að skemma þess klám industries fyrir hellinga fólki sem að reyna að gera, þú veist, high quality professional klám. En núna með OnlyFans aftur komið að level hvar fólk að setja meiri effort aftur inn. Ég ætla ekki að vera að segja OnlyFans, mér finnst það að vera clever idea bara. Ég held að OnlyFans geti svona bjargað, ég er að gera quotation marks, bjargað klámindustríunni. Mér finnst það að vera bara, ef það eru bara einhverjar módel sem að langa, þú veist, þú eru ekki að vera klámstjörnur, en langa bara, þú veist, kannski að selja einhverja myndir og græða fucking shitan. Ég þarf bara að segja að ég þekki minnst eina stelpu sem er 16 og hún gerði sitt OnlyFans. Já, það er náttúrulega bara ólöglegt. Það er ekki OnlyFans vandamál, það er allt vandamál. Hún geti alveg eins allt premium Snapchat, skilur, þú veist. En ég meina, hún geti alveg sendt nektarmyndir á Snapchat. Ég segi, þú veist, það er ekki OnlyFans vandamál, það er fólk verður alltaf vandamál á hvaða stíðið, eins og Pornhub, þeir þurftu taka 90% af content þeirra vegna þess að það var apparently eitthvað hellinga ólöglegri shiti. Það var hellingur að barnaklámi og eitthvað. Og var ekki fullt af nauðgunum og einhverju? Var ekki fullt af nauðgunum og einhverju? Jú, ég meina það er þessi degi genre, þannig það er ekki hægt að flokka. Nei, þú veist, það er ekki, þú veist, við erum að tala general nauðgun, það sem að þeir alveg vita á. Þetta er sko, það var tekjulega bara allt út sem var svona ekki verified eða bara svona trusted individual. En já, djöðlinn bara, ég sá þetta komið á YouTube story, ég bara, I wept a tear. Bara allt uppáhaldsklámið, öll þessi saved links, öll þessi favorites, af hverju ég með svo með premium account maður? En ekki OnlyFans, þú veist, svolítið bara, þú veist, af því að var fullt að gælum að selja bara á Snapchat. Þetta ekki svolítið bara, þú veist, stelpum að selja á Snapchat? Það var alveg, ég veit alveg dæmi, sko. Það er premium Snapchat, það er big thing maður. Já, þetta er bara að fara yfir OnlyFans núna og það er bara, þú veist, það er bara þægilega. Hafið þið aldrei haft einhvern senda á ykkur, hey, addið premium Snapchatu mynd? Nei. En ég fengi svona hey og byrja að tala eitthvað um mig og reyna alltaf að senda mér inn á eitthvað link. Sérðu? Já. Það var ekki á Snapchat.
það var ekki, þú veist, hún var ekki að benda mér á Snapchat, hún var að benda mér á eitthvað svona link. Nýlega var ég að fá konu sem var, einmitt, ég fekk að message frá konu sem var brjálæðslega heit og þau accountið hennar 5 mínútna gamall og hún sendi mér svo, check out my nudes here on this link. Alltaf og ég setti mér Snapchat, are you a bot? Og svo fekk ég eitthvað message og svo ætlaði ég að skoða það og þá var countið farið og ég var ég má kannski sjá hvað botin hafði til að segja það var reyndar delítað strax. Það var reyndar einhver botti sem addaði mér konu, ég veit ekki hvort en það bara, ég bara út af ég var svona í fuck it around moodi þannig ég ákvaði að septa nei, það er ekki bara svona 20 brjóstmyndir á 5 sekúndum og ég bara veistu delete. Hafið þið pröfað að samþykja svona, þú veist, Facebook skilaboð og pröfa að fara á linkin? Ég hef aldrei farið á linkin. Þú ert að fara á vírus, Viktor. Það er nefnilega máli. Ég tala við fólk, það eru scammers, ég hef búin að nefna þetta eitt scammer sem ég fekk á Reddit en ég hef aldrei farið á link, gullna reglan, ekki farið á link. Ég þetta fór óvart einhvern tímann, þetta var klukkan 4 um nóttina og ég var að fara við myndbandið mitt og ég ítti óvart á einhvern link sem var í kommentinu. Ég bara, það komið að byrja nektarmynd að koma upp, ég náði íta á Big X. tits. Are you jerking off? Nei, hvað segir hann aftur? Are you jerking off alone? Hvað segir hann aftur? Ég veit það ekki. Jerkmates, whatever. Þú veist að það var þetta meme þetta, svona, are you seriously jacking off alone? Og svona, no, I'm with the boys. Nei, þetta var einhver bara sketchy síða. Bara strax þegar þetta kom upp, ég bara fuck og ítti á X. Ég hef ítt á link af því að var rosa clever svona vírus sem að var í gangi þegar ég bjóði í Svíþjóð. Það var rosa clever sem að var hérna, hey Viktor, is this you? Það er ekki clever. Jú, af því að þetta var bara eitthvað, hey, is this you? Og einhver sem hann bara sendi mér af því ég talaði ensku við fólkið í Svíþjóð. Og ég ítti á linkin og andskotin hafið að það var hackað Facebookið mitt. Ég skal segja að ég hef fengið cleverar en það. Ég hef verið takkaður inn á hjá eins og til dæmis frænkunni minni sem var bara svona, ég græti alltaf hennar pening og bla 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 á þessum link og ég kommentaði bara svona, wow, ég verið að setja alltaf peningin minn á bak við þessu og svo kommentaði ég á það bara svona, it's a scam og ég þarf bara að nefna eitt Viktor hefur ekki verið einu sinni hakkaður á Facebook á einhverju link hann hefur verið 2 svar hakkaður það var í sumar einu sinni var það geggjagáfulegt og annars skiptið var bara svona hey sexy boy og nei, það var takka mig í eitthvað hey, tjekkaði hverju skoða Facebook síðuna þína það er svo hann takka mig 2 svar 9 manns auka takka og ég sá þetta inn á Facebook hringdi bara Viktor, heyrðu, þessi hakkaður já, og þú svo að 7. manneskjan að láta mig vita takk fyrir þetta var 10 morgunin já það er bara besta svona fake víruslink sem ég fengið held ég var frá gaur sem ég þekkti í Vaffma ég var ekki búinn að tala við það var samt ekkert meira úr þessu þetta er bara að dildi þessu og gera ekki neitt meira ég er ekki búinn að breyta henni sko það tók örgulega bara persónulega upplýsingar þinnar og reynda að senda á fleiri fólk gerir fucking Google eða ekki eða já, fyrir Íslandinga ekki en ég ætla að segja ertu búinn að fara inn á Google og sjá hvað þeir halda mig það er spooky shit sko nei, ég ætla ekki að fara nálægt í þess áður en ég kláraði þetta ég fekk message frá gaur sem ég var ekki búinn að tala með 1,5 ár og þetta var mjög veik bara horfa á þetta og svo link og ég var svona það hljómar eins og eitthvað sem hann myndi gera en ég er ekki var klikkað vegna þess að ég er ekki youtube.com eða eitthvað svona ég var svona já þetta er vírus eða það ekki og svo 2 klukkan síðan það ég var svona já þú veist það var svona einfalt shit sem fólk pælir ekki í já ég er bara fucking heimskur maður já ekki ít á links eða þekkir ekki þú bara aldrei ég er forvitin það er eitt sem ég gerir líka er ef það er YouTube ekki ít á ef það er þú veist bara T-númer eitthvað svona ok alltaf sketchy ef það er blablabla.com þá stundum þú veist copy-pasta ég allt fyrir utan .comið googla það og sé ef einhver aðrir byrjar að tala það það eru oft svona scam síður svona this is a scam já það gerði ég sko ég fór í panic mode eftir að opnaði linkin og ég hvað heitir það virus checkaði tölvuna mínum 20 sinnum í þessu mánuði ég fór í panic mode þegar þetta læsti mig út af Facebook og sagði ég ætti ekki accountinn það hljómar eins og perfect podcast episode porns and viruses já porn and virus ég vil núna byrja að tala sexually transmitted viruses nefnilega, einmitt, það er bæði vírusar mér langar eiginlega rosalega lítið að tala það veistu hvað ég fekk ekki kynlaf COVID ég var komið með að geggja STDs, AIDS ó það er hvað ég myndi ekki segja AIDS er geggja samt hægalín það er alveg vandamál fyrir fólk
ekki chlamydia, þú veist, er það bara kósí? Ég meina, hann sagði bara að það var í geggjað og þú veist, kannski chlamydia er cool fyrir honum en ég meina, fyrir mér er ekkert af þessu mjög skemmt. Getur ekki dáið úr syfilis eða? Ég meina, ég held að þú getur dáið flest Ég held að getur, flestir eru að koma með svona vext, eða svona miskusti bólusetningu. En þú ert ekki að fara að deyja En sumir eru geggjað embarrassed. Hafið þið heyrt af því, fólk með medical vandamál sem eru bara geggjað embarrassed og fara á klósettið og deyja einn. Já. Það gerist bara. Það er líka fólk sem að stendur í fólki og það er, þú veist, þú eru ekki að láta einhvern banka baki þér eða eitthvað og það fyrir bara inn á bað og bara deyr. Einmitt, ég er að segja, það er bara svona, já, ég fer að bað að finna þetta út sjálfur. Dáinn. Og auðvitað er enginn bara svona, hei, ég er alltaf með þig á baðinu. Nei, ef hún nema eftir svona 40 mínútur. Ég meina, einmitt, eftir langan tíma, offset. Excuse me, byrjar að pota inn, are you choking? Já. Og krakkinn er Er ekki það svona, nei, þetta er sko, þú veist, þetta er skilabóð, þetta er svona hvernig á að bregðast við aðstæðum. Þetta er svona, það er sko, pansexual, þetta er svona public service. Ask the person if he is joking. Are you joking? Are you joking? Krakkinn getur ekkert svara hann er bara bókstaflega, berjast þig bara lítið. Are you choking? Ask a child if he or she is choking. Are you choking? Are you choking? Are you choking? Is that a yes or no? Hafið þið séð einhvern gera heimleik fyrir þannig real life? In real life, nei. Ég held að Chris hefur gert þig mig. En það? Ég mann það. Stop choking on crack, lítill, eða bara ungur. En ég held ég er þetta oft fest svona Doritos í halsinn á mér. Ó, það er vort! Býttu í það fyrst! Já, það er bara svona pulslítið biti sem bara Já, það stingur. Og þá getur ekki anda almennilega í klukkutíma. Fólk eru bara að kalla mig sad fyrir að segja hennar brandara og þið acknowledge hann ekki með svo. Hvað? Hagalín, segja þetta aftur fyrsta partinn. Ég fessi Doritos í þarna. Nei, þú sagðir ég held að ég chokaði eitthvað og ég... Var það býtt í það fyrst? Nei. Ég ekki. Ég sagði Hagalín stop choking on cock og þið held áfram að tala. Ég heyrði það ekki sko. Nei, einmitt. Ég var svona Ég mun heyra aftur í podcastinu. Það er við málið að Mikey pikkaði það upp þannig ég var svona þetta var sad. Ég þarf að nefna og ég ætla að núna eftir að vera date að name-droppa Hilmarina. Hann var að senda mér hellingar kokkmyndum í dag. Af hana eða af titli? Af hana. Já. Ég sendi henni svo mynda, ég kekki að mössi hana. Ég er búinn að senda Hilmari svo skrítið shit. Ég held að hanar eru ekki með tippið sko. Ha? Hagarinn? Nei, hanar eru ekki með tippið. Jú. Þeir þurfa að fertilisa eggin sko. Já, en það er ekki bara í gegnum hólu eða? Ha? Þú veist að fuglar eru með svona 2 metra langa slang og ég er ekki smá að grínast. Ég held að það er ekki með 2 metra, svo það myndi ekki... Það er svolítið langt. Ég er ekki smá að grínast, þetta er mjög langt. Það er bara að prófa að Þetta googla... er bara skýst niður. Þú veist að 2 metrar er stærri en manniska. Ég ætla að googla... Viltu ég sendi þér myndbanda? Ég er að googla cock... Þú ert búinn að horfa eitthvað skrítið myndbanda sko. Já, þetta er ekki hvað ég var að leita, ég er að googla cock... Ó, geggjaður. Þú sýndir þér bara... Jæja, þú eðlaði þetta í mig, þú sýndir þér bara myndir af fucking titlingu. Ég þarf að segja, þegar maður fyrir inn á... Það var svo fyndið. Þetta var svo planað. Þú fucking asshole. Það var eitthvað við! Ég sagði, ég er að googla cock og ég sagði, þetta er ekki hvað ég var að leita. Þetta er það mín að það. Getur þú tekið þetta niður? Hann er ennþá bara að horfa á þetta. Ok, ég veit að það er bisexual en róaði niður kannski, fáði ekki standbíl. Hvernig myndi ég googla... Nei, rooster cock, ok. Ég þarf bara að segja, þegar maður er að fara í gegnum Google, það er svo bara óeðlilega létt að finna Black Hawks. Já, veitu hvað, já, það var líka í tett. Það var running joke í gegnum myndina. En hérna... Þetta er hvað ég var að leita. Svo þið lituð aftur. Af hverju heldur ekki að þetta væri... Af hverju lituð þið þetta skipti? Já, Af því ég sagði það, ég er heimskur á forvitin. Það er tagline fyrir lífið þitt. Já. Ég þarf bara að segja, ég er að fara inn að vafra saman síður núna að leita duck penis. Nei, ég er legit við að reyna að finna. Þú veist, eru þeir með þess tippið? Akkur er þetta salt en ekki sælt? Viktor. Hvað stendur á pakningunni? Hunangsjálfin heitur? What the fuck? Viktor, Huna? G-set.
What the fuck? Veistu hvað, ég... Strákar, þeir eru báðir í símanum í podcastinu okkar. Já, ég veit, það vegna þú sagði Roosters eru með tippi og ég trúi þið samt ekki. Ég er bara sýni okkur innan. What the actual fuck? Þeir eru með massive slong. Ok, þetta er það skrítnasta sem ég hef séð. Sýndu mér, ég sá það. Hefur ekki séð tvær endur ríða í Not Your Wild? Nei, ég hef heyrt fólk tala það. Já, ég hef líka heyrt að endur nauðga mest af öllum dýrum og þess vegna byrjuðu sem sagt kvenkyns endur að þróa skrúfupíku og kallarnir byrjuðu þá að þróa skrúfutipi til þess að geta nauðga þeim. Ég þarf reyndar að segja að það var óeðlilega fyndið. Þið veitir þarna, þú veist mér sko rapparinn K.A.K.A. eitthvað. K.A.K. Já, þarna... Þeir eru ekki með tippi, þetta er innan í sjálfum þeir. Hanar eru með þetta inn í sjálfum sér, þeir eru ekki með tippi. Þetta er bara það sem að þátturinn heitir, eru hana með tippi. Þeir ríða ekki hænunum, það er bara leigja eggs og þeir fertilækari. Einmitt. En þarna, ég held það... Eru þeir með eitthvað fucking pixie dust eða hvað þeir fucking gera þeir? Nei, með fiska gera þeir það, með hænur það í hænunni sjálfri og svo leggja þeir það út. Með fiska og sprauta þeir svona á eggin? Einmitt, með hænur eru haninn á í sína myndina. Veistu, ég er bara góður en þarna, ég þarf að... Fuck, ég er núna búinn að þetta er búinn að fara út í haustum á mér. Klám? Nei, Vírus? Já, þarna K.A.K. Hann var eitthvað að labba úti og hann ákvaða að Instagram þetta. Það eru tvær endur að bara riðlast á hverju öðru. Það er miklu líkur og það hefur verið nauðgun. Sko, já, en þarna, hann var að bíta í hausinn á henni og var bara ofan á henni. Og ég svæpaði, heyrðu kallinn. Það eru bara að hafa smá bá. Það eru bókstaflega að ríða. Og endur líka hópnauðga, sko. Hópnauðga? Já. Þær halda oft gælanir niðri og svo eru bara kallarnir taking turns. Þannig, við veitum núna hvað að menn fekk gangbangið frá. Nei, gangbang er ekki það sama á nauðgun. Bang og nauðgun er alls ekki það sama. Mér finnst það eins og ég tala oftast mest í þessu. En ég var bara að hugsa á dræfið hingar voru við Viktor að tala það. Ég var bara svona, veistu hvað, við tölum frekar positive þótt að blank, blank og blank. Og svo er þið núna bara að tala andanauðgun og ég var svona, ég er ekki til að bæta við. Viktor byrjaði að tala andanauðgun. Já, ég bara vildi lauma því innan endur nauðga mest af öllum dýrum í heimi og mér finnst það að vera svo sick. Mest? Ekki upp á cool, heldur bara ógeðslegt. Sick, bro. Ég þarf að segja, er ekki eiginlega bara flest þegar dýr ríða? Það er ekkert voluntary, sko. Ég sér eins og að... Jú, eins og ljóninur býta í pungin á köttunum þegar þeir vilja ekki ríða þeim, sko. Já, en hefur þið séð samt 2 ljón, ég var að horfa á Not Your Wild. Það var bara til Jaguar. Og bara Kelly, hún var bara að missa sig þegar hún var að undir honum, sko. Ég veit alltaf að bæna beða... Þetta er nokkur tonn ofan á nokkur tonni, ég veit ekki hvernig glerið er ekki að springa. Ég veit alltaf að bænabeða og kóngula er vissulega launagræðan. Á ég útskýrina brandar eða? Já. Þú sagði 2 Jaguars? Ahahaha. Takk eitthvað fyrir. Næ. Það er lapp út núna eða? Brandari minn var af því að þau býta hausinn á eftir á. Svo að kattnum þá var fórn á svolítið miklu. Ég var bara að tala um car sex. Cut it out. Þetta var visual joke, þetta virkar ekki fyrir podcastið þið. Þegið! Býðaðis. Sjáum við þetta virka fyrir podcast. Hæ, sestu niður. Nei, ég þarf að... Nei, það náðast ekki. Ég veit bara að heyra zipper hljóð. Það var ekki til að sippa henn aftur yfir. Nei, það var bara að sína okkur. Það er að sína okkur annan white. Ég nú þegar að bara salta að neti svo að akkur ekki að fá sér annars eða. Þú veist þetta voru sætar þá getur þú sett þér að hliðina á mér sko. Viktor, það eru sætar núna sko. Ég þarf enda að segja, viltu hafa aðeins saltara? Nei takk, ég er góður. Ég gerði það saltara nú þegar yngur ágjum að. En það er bara gnarly að horfa endur í það sko. Af hverju ertu að horfa endur í það þá? Ég bara sé það annars slægi sko. Ha? Og af hverju ertu að horfa? Ég ætla að tala um... En viljum við halda áfram að tala um animal sex? Þetta er aftur með homo accessories eða whatever. Þetta er þannig sér tengt. Ok. Dolphin sex. Dolphins er einn af gáfuðustu dýrunum í heimi. Þeir nauðga í blowhole. Það er hvað ég ætla að segja, er að þau nauðga. Bæði fólki og sér í heimi. Akkur verið svona mikið dýra nauðgan, Viktor, viltu segja mér það? Hvað ert þú inn? Af því að ég er á Reddit bara. Shit, Nei, dolphin sex er mjög known thing. Vegna þess að þú veist,
Það svona, who's the most intelligent? Og svona, chimps sem ótrúlega líka okkur og þeir eru líka hræðilegir og henda skít í hvern annan. Og svo dolphins, the rapists. Þetta eru 2 gáðustu dýrin. Og krákur. Hvar reyndar háhyrningar á eftir dolphins í intelligence specture? Og svo koma konur. Ég meina, wow. Victor, Sorry. Prepare to be cancelled. Ég biðst afsökunar, þetta var joke. Þetta var ekki joke, ég sá þetta í augunum, hann staraði á Hagalín þegar hann sagði þetta. Hann brosaði ekki. Ég vildi fá viðbröð. Það var svona twinkle í augunum á honum. En ég þarf samt að spyrja, háhyrningar, þeir eitthvað langt á eftir dolphins í svona intellectual spectrum? Nei. Þeir eru 100% undan krákum, sko. Já. Ég ætla að segja, þú veist, Háhyrningar eru rosa lítið á eftir dolphins en þeir eru líka miklu hættulegri af því að þau vinna í hópum og eitthvað. Hvað heitir seals aftur á íslensku? Þú veist að Selur. Selur, já, fuck. Ég ætla reyndar að segja ykkur að þið vissuð þið að háhyrningar eru með their own complex languages sem fer frá segjum bara í norður Atlantshafinu. Þar bara allt annað tungumál sem við tala. Damn, það cool. En við Ástralíu, sko. Ég ekki aðeins að grínast. Ég veit að ég held áfram nefna þetta, en ég held að við erum að nefna þennan þátt bara general bullshit. Nei, þetta heitir Eru hanar með tippi. Do cocks have cocks? Nei, það er miklu betra að segja þetta á íslensku, Eru hanar með tippi. Já, þá það ekki brandaði. Jú, af því að það er bara gott nafn. Það er títill, ég var að gefa það. Þá liður mér svolítið eins og ég sé með professional podcast sem að tala tippi. Ok, við þurfum að enda, never mind. Katta þessu út, ekki katta þessu út. Halda áfram að tala, ég ætla að enda spoilers. Ég hef með plan fyrir að enda þáttins. Ég ætla að segja síðustu línuna. Við erum ekki að enda þáttinn í bráðhaldi. Já, ég veit, ég þarf bara að halda kjafti í 20 mínútur núna. Ok, en já, þeir eru bara með their own languages yfir colonies og... Shit, ég þarf að sitja á silent. Fucking rekin, maður. Út með hann. Professional. Ég og Hagalín mætum hérna í stúdíóið og þú bara með þetta á Ring, shit, já, cool, ég var nú þegar á silent. Please segðu mér að þú ert búinn að loka kokkmyndunum. Viltu sjá? Nei. Gauðir, ertu með þetta ennþ? Nei, Já, ég ætla að segja það. Nei, ég nefnilega googlaði, þú veist, rooster cock, vegna þess að ég vildi sjá þeir með tippið eða ekki eftir þetta samræðu. Og þeir eru það eiginlega ekki, I guess. En, já, og þið getið bara, það er óeðrilega nett hvað þið eru gáðar. Við? Nei, já, óeðringar. Nei, við erum mjög heimski, Victor. Victor, þú er bara að falla fyrir nokkrum skemum. Mér hefur aldrei liðið jafn heimskur á þessum Ég ætla að segja, Hagalín sagði við erum bara ótrúlega hversu gáðar eru. Við, og Victor sagði, Hagalín sagði, ég ætla að segja með, þú veist, hund eða eitthvað. Ég hef fallið fyrir fleiri skefum heldur en flestir háhyrningar, allavega. Góð búndur. En samt, það er ótrúlegt hvað þessi dýr eru gáðir, sko. Já. Eru við að fara núna að breyta nafninu í Animal Facts, eða? Nei, Eru hana með tippi. sko. Ég hef bara svona porn, accessories, animals. Eru við, ok, við Mér langar að skýra Eru hana með tippi, ándjóks. Ég til í það. Já, ég held að við þurfum að gera það. En það er einmitt málið að það er bara svona þetta, við þurfum að gera introið okkar er bara this is a bunch of bullshit. Og kannski lista það út, eða kannski leiða bara fólki að finna út. Við erum ekki að fara að lista út, þetta er bara svona kind of fun surprise. Af hverju eru menn svona mikið að spá í því hvernig dýr ríða? Victor, þú ert að spá í ekki allir menn. Ég ætla að segja þið, en nei, hann nefndi bara öndurríðun. Ég nefndi dolphins. Ég nefndi bara tippið og öndur. Og Victor er hérna bara, þú veist að þeir eru eitt af messi serial rapist á jörðinni. Já, en ég er líka búinn að heyra að fílar fóru eitthvað tíman í fílu og byrjuðu að nauðga fullt af nasistningum. Ég held að hann ætlaði að fara að prúfa pointið hans. Ég tala ekki bara the animal sex, nei. Full steam ahead, let's go. Heyrðu, þetta er samt tengt, við erum að tala klám. Hagalín er the host. Vilt þú taka klám? Víkingur er the guest that became a host. Victor, the animal sex guy. Ok, ég þarf bara að koma með þetta theory. Er Victor fyrir bestiality? Let's find out next episode. Ok, fun fact. Ég sá Victor að líta á apa að henda skít á hvernig annan. Hvað sástu mig líta á apa? Við búum á Íslandi kannski. Nei, þú veist, myndbandi síðan. Ok, já. Já, þú gerði það. Hann var að viðurkenna það. Fact.
Ég gerði það nýtt ekki en Fact, við gerum checkmark hljóð, fact. Hann gæði sem að byrjaði að horfa á endur í það. Ég byrjaði ekki Fact, það getur verið þið báðir. Víkse sem gæðin sem horfur á hvalir í það. Já, bara með einhver kíkju og bara að kafa. Því líkar ekki. Sem þetta aftur visual brandari. Og þess að ég ætla að halda kjafti alveg. Þannig að það myndi virka. En ég var bara að stara á hælinu þetta tíma eftir þetta. Víkse sem syngur sem þau gefa frá sér meðan þau dæla í kornan. Þú veist að kalarinn er stærsti tippin í heiminum. Hvað Nei, ég veit ekki Díó svona langt. Og ég sýna þér það. Þú veist hvernig í Joe Rogan hann þeir Jamie, bring that up. Og þeir sýna myndir, víkingur það, nefnum einn gaugur þess porn og píðustóð. Ég þarf eitthvað að segja, við þurfum að Animal sex guy, host, the píðustóð. Staran var góð visual brandar að virka. Ég byrjaði að hágrenja, sko. Víkingur er ástæður okkur ég að hlæja og það Viktor að hlæja fyrir því. Einu tími sem víkingur er alvarlegur þegar það fyrir brandara. En ég þarf að segja, við þurfum kannski að fá okkur myndavið og bara bókstaflega taka upp okkur bara að vera að spjalla. Shit, maður. Nei, það væri held ég gott. Við gætum nefnilega bara að setja upp síman okkar á aðeins svona, homemade tripods og við myndum bara að gera eins og, ég var að tala ég myndi vilja uploada highlights við myndum bara að gera því svona highlights, hvað það bara einmitt svona eins og þessi visual brandari sem var bara hægilegt að tala vikinga velja að horfa á þetta hvað var í það og bara ég að stara á því. Þú þurftir ekki að gera þetta En hugsa hversu gott highlight þetta var og bara svona Viking, secret reveal, gone sexual. Ég þarf bara að segja, fuck, ég er aftur. Nei, þetta er background hljóður. Ég og Haglík að tala yfir þetta eftir að þáttinu. Ok. Getur þið please sagt þarna, skipta þetta á. Eru hanar með tippi, svo in parenthesis, gone sexual. Gone sexual. Já. Og svo kannski gone violent og það Viktor var að slá okkur á hann. Það er það. Koksleppandi. Jamie, pull that up. Þetta er saman. Við erum ekki bara ekki að tala síðan 3 mínútur þetta, hann bara Næsti þáttur verður Viktor ekki hérna, hann ætlar bara að hlusta á okkur og þau munum viðtala inn í herbygginu fyrir að vera að hlæja. Shitturinn. Ég er svo hágrenjandi, sko. Og ég staðfesta fyrir visual brandar okkar að hann er rauður. Ég er líka bara, sko, þú veist, ég er blöytur bara undir augunum, sko. Ég ætla að segja, I have that effect on people. Núna, sko. Já, núna af tárum líka. Það bara ég, þegar ég byrja svona að hlæja, þá svitna ég bara uncontrollably. Það kemur smá. Það fer líka eftir hversu mikið þú ert að hlæja. Þetta vissulega tók svolítið úr mér. Shit. Ég er bara búin að gleyma hvað ég er búin að vera að tala um þetta. Viktor er búin að skæla þetta halvan tíma. Safna úr hlátri. Fuck, ég glemdi, ég kom ekki með vassbrús eða neitt held ég. Nei, þú kreftir þig ekki neitt að drekka í Íslandi áður en við komum ykkar. Viltu monsterið minn? Na, ég er going in dry, sko. Þú Það getur er náðið bara einu að vassla. smjatta á milli hvert orð núna. Going in dry. Nice. Viktor, stop sexually harassing me. Nei. Takk fyrir að deila þessu með mér og Haglík, núna er ég perfectly moist í muninu. En þú getur náðið í vassla, sko. Na. No. Já, hvað vil ég tala um núna? Ok, tölum orð sem við höfum. Fyrst, er eitthvað orð sem hljómar hræðilegt fyrir ykkur, vil ég ekki heyra, eins og moist? Nei, mér er alveg svona moist, ég fíla orðið moist. Smegma? Smegma er bara Þú fílar smegma eða hvað það ætlar að segja? Smegma er bara ógeðslegur hlutur, ekki orðið, sko. Dick cheese? Það er skrítið en þú veist. Blue waffle? Er eitthvað orð sem að þú fílar ekki? Örugglega,
daddy einn af þessu orðum, eins og við tölum dræfið, vegna þess að daddy bæði innocent og dirty nefnilega, þannig það gross. Það ekki neitt þannig á Íslandi, þú veist. Já, við köllum hann daddy. Ef þú væri að ríða einhverju gælu og myndi koma, ríktu með pabbi, það væri svo fucking, þú veist. En þeir kalla þess að daddy, skilur. Það samt 100% að við gæst, sko. Ykkur tímann, en það bara svo allt að því. En það eins og hún örugglega með huge daddy issues. Eitthvað sem að þið fílið ekki það? Sko, það ekkert orð sem pirrar mig, en það bara eins og ég get verið ótrúlega infuriated bara að röddum eða andlitum á fólki. Ok, ég með þetta vandamál sjálfur að tala ensku of mikið, en ég labba í skólagöngum og heyra einhver tala brotna ensku versta shit ever. Higsi, you wanna go to the pizza? Cafeteríuna and we can have some pizza. Þú ert með réttin að tala ensku að því þú talar frá nýja svo. Ég reynir nefnilega að justify sjálf með að gera það og ég sletta constantly. Já. En, já, sorry, haldur það? Það ángríns, það búin að koma oft af fólk sem... Huggulegt, takk fyrir. Takk fyrir, minnstamáli. En það búin að koma hellingur af fólk, nokkur fólk sem bara, ég horfi framan í það. Og ég verð bara pirrað. Er það út frá einhverju reynslu? Ég dæma á mikið. Þetta bókstaflega bara... Þú lítur svona út, oi! Nei, það bara eitthvað við þessa mannesku sem bara infuriatar mig. Ég meina, ef einhver manneskja búin að vera pain in the ass eða eitthvað þannig, þá myndi ég hafa það reaction að sjá þeim, bara svona fuck this, ég ætla að voita þig, skilur mig, en ekki við einhvern sem ég þekki ekki. Hann bara eitthvað að labba í Reykjavík og svo sér hann bara eitthvað og bara þetta eyðileggur daginn hans. Þetta rusl. Oj, hvað var ljótur, fokk! Veistu þetta ömurlegur dagur. Til að bakka upp punktins Hagalíns, ég var að vinna í túrisma, þannig að ég auðvitað sá mismunandi fólk og mismunandi andlit oft 100 á dag. Og það eru sumir sem eru svona, það er ekki smug, en meiri svona, þú veist, svona, ég má gera hvað sem ég vill. Face, skilur mig hvað ég bara svona, ég nenn ekki að díla við þig. Ég skal selja miðaðinn og ég skal tala við hvern sem til að voita þig, sko. Ég þarf reyndar að segja með eins og raddir, það var bara, það var einhver random stelpa sem addaði mér á Snapchat. Okay. Ég bara jákaði að setja. Sure. Og... Þú varst í sambandi. Já. Hún sagði að það var í gröð. Nei, þetta var meira, hún sendi mér svona snap á 2 daga fresti. Og hvernig hún talaði. Ég veit hvað. Það er ákveða bara að slá hana. Ok, getur þú gert röddinn hennar án þess að hún myndi fatta hvað þú ert að tala um eða? Eða heldur hún búin að fatta hann þegar? Nei, Lóan. Sko ég þekki hann varla. Lóan! Og þetta var bara svona, þetta bara svona... Leiðu Hagalín að gera röddina, mér alls sem fugla. Þetta var svona, hún bara svona ótrúlega smögg rödd. Þetta Þannig svona að basic, pappastelpa svona white girl. Ok, ég ætla að gera white girl rödd þangað til þú segir þetta rétt hjá mér. Oh my god, so, Britney. Fuck's sake. So, kannski aðeins dýpra? So, I was like, oh my god, Britney. So, I was like, Okay. So, I was like, Við erum svo... aðeins neisulega. Svo ég var að fara niður í bónus á hann. Og ég sá henn að sæta svo strák. Ok, strákar, þetta er komið gott að þessu. Og svo sá ég bílinn hans og þetta var Toyota Corolla. Strákar. Og ég fór í Toyota Yaris. Við erum að tala þáttum gláp og við erum ekki búin að spyrja þig neitt. Girl, Og mig langar að taka aðeins. Hvað meinar þú? Fólk má ekki vita hvað ég er með. Jú, af því að þú ert ekki að horfa á þetta af því að þú ert graður. Þú ert að horfa á þetta af því að þú ert bara, þú veist... Þið leiðist. Já, hvað með okkur kynnist mig í gegnum podcast og svo var Víkingur svo sætur hvernig hann bulljar hinna 2 og svo finnur út að ég er into, geð mér eitthvað sem ég er into. Eins og þegar að gæla fætti kolkraban. Ég er ekki into that. Hold on. Podcast listeners, núna er einhver tími. Hvor var ég að segja þetta við? Var ég að segja þetta við Hagalín eða var ég að segja þetta við Viktor? Ég þarf kontekst hérna. I'm not into that. Hann er búinn að segja mér ímislegt að sitja sem þú veist ekki. Þannig, horfðu þér á konu fæða kolkrabba? Og það er bara byrjunin. Það er bara byrjunin. Hann veit svo mikið að sitja. Mér finnst þess að þetta ætti að vera sneið þáttir. Við erum með 5 mínútur eftir. Já, ok, tölum við það í næsta. Er því ekki að hafa lengri?
þetta samt var, 2-3 klukkutíma rundur í minnstalagi hvað weird shit ég hef séð á netinu, sko. Já, en við getum tekið þetta bara allavega í næsta þætti, þótt að við séum að vinna með svolítið 2 gráða þætti í röð. Ég þarf, sko, við getum alveg tekið 20 mínútur pluss, sko, sagði við Nei, að taka lengra. það er bara gott að hafa reglu, við tökum bara 2 þætti upp. Já, sko, það var líka að nú þetta er 3. þáttur, eða er þetta 4.? 3. Vegna sem við skræppuðum fyrsta, eða þið skræppuðu fyrsta, ég heyrði hann ekki. En þarna, sko, við getum alveg tekið aðeins lengra. Nei, við tókum upp 2 þætti fyrst. Svo getum við bara brasast eitthvað. Já, við köttuðum samt en að Já, þriðja, ok. við erum aldrei verið að nota hann, en það var trash. Ég er að sjá ótrúlega mikið bara þegar maður er að svæpa í hennum unnamed þarna síðu. Ég vil samt sponsor. Spons? Ég segir ekki bara nafn. No free promotion, Viktor. Ekkert free promotion, hvað Einmitt, þú mátt gera Þetta svona er að parody. Pornhub sé að fara að sponsa okkur. Já. Veistu hvað það er geggja? En það væri, gerðu þið verið eitthvað parody nafn, eins og Why Guinea Pig, ef það Já, er Pornhub. Já, við getum líka gefið fullt af fyrirtækjum svona dicknöfn eins og þeir gerðu í þarna Sveppi og þeir göllu Aktu Taktu bara bíttu skíttu Dákvæmlega fengu spons frá Aktu Taktu. Why Hamster. Nei, ég meina Why Fuck. En þú veist, Pornhub er aldrei að fara hlusta á þáttinn okkar, sko. Jú víst. En ég þarf að Riley segja Reid is my biggest fan. ég er ótrúlega mikið bara að sjá eitthvað áttræðum konum og gaurum bara í þessu, sko. Já, það er líka bara weird. Hey, Það er einhver... Ég ætla að segja, það er bara vegna þess að hvað þú horfir á, það kemur í suggested hjá þér, sko. Ég er ekkert að horfa á einhverja gamla bara Næsti kalla- þáttur, Ætti boys, að blikka svona mikið, næsti Hagalín. þáttur, boys, næsti þáttur. Ég er til að taka annan upp strax, Já. ég er ekki aðeins að grínast. Já, ég líka. Ef að kvarta bara núna. Er það bara continuation? Já, ég Já, segi ég það. bara- Við erum á 56 mínútum, þannig Já, að við köttum köttum núna þetta. og við byrjum að taka upp annan strax. Já, Shit, ég ætla hvað að er segja klófó. Ég er líka sérstaklega nýja svona. Já, ok, Vixi, it's your time to shine. Oh shit, Viktor, þú ert svo góður að spurja mig. Eru hanar með tippi? Ó. Já, einmitt, við ætlum að enda þáttið, sorry, ég held að þú varst að byrja nýjan. Eru hana með tippi?